Orð sem hlýja og orð sem kæla. Í Kubbabæ, sem var eins og lítið borðspil, bjó Elín. Hún elskaði að byggja. Í dag var hún að reisa hæsta tutt sem Kubbabær hafði sést. Elín var svo stolt, en þá kom Sindri, vinur hennar, hjólandi. Þessi tuttn er skakkur, Elín, sagði hann. Hann mun hrynja, þú ert ekki góð í að byggja hátt. Elín fann hvernig orðin hans Sindra voru eins og kaldur vindur. Þau kældu gleðina alveg niður í tær. Tuttnin varð henni allt í einu sama. Seinna daginn sá Elín Sindri. Hann var að reyna að setja saman flókna púslmynd af eldgosi, en ekkert gekk. Þetta er vonlaust, muldraði hann og ætlaði að gefast upp. Elín mundi eftir kalda vindinum. Hún ákvað að nota orð sem hlýja. Hún gekk nær og brosti. Þú ert alveg að ná þessu, Sindri, hvíslaði hún. Þú ert duglegur að halda áfram. Prófaðu bara þennan rauða kubb hérna. Orð Elínar voru eins og hlýtt teppi. Sindri fann brosið koma aftur. Saman kláruðu þau púslmyndina af eldgosinu. Kvöldið eftir var Fríða frænka að hjálpa þeim að byggja garð. Þegar stórrunni datt, hrópuðu Elín og Sindri af reiði. Fríða brosti rólega. Ef þið eruð reið, sagði Fríða, notið þá orð sem kæla. Jæja, þetta reddast. Eða, rólegur, við byrjum aftur. Orðin geta lækkað hita og komið á ró. Elín og Sindri prófuðu það. Þau lærðu að orð geta verið eins og sól til að hlýja eða svalandi vatn til að róa. Veldu orðin þín vel, Kubbabær.